En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústus keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Fóru þó allir til að láta skrásetja sig, hver til sinnar borgar. Þá fór og Jósef, sem var af ætt Davíðs, frá borginni Nasaret til Betlehem, borgar Davíðs, til að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni, sem þá var þunguð. Þau komu að gistihúsi. Jósef fangar og segir: María og Jósef gengu inn í hlöðu. Fæddi María þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði í jötu. Þá nýfæddur Jesú í jötunni lá, á jólunum fyrstu var dýrlegt að sjá. Þá sveimuðu englar frá himninum hans, því hann nú fæddur í lítilkum hans. En í sömu byggð voru hirðar úti í haga og gættu nóttina hjarðar sinna. Engill drottins birtist þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir. En engillinn sagði við þá: Í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra engla sem lofuðu Guð og sögðu: Dýrð sé Guði uppfærir og friður á jörðum með mönnum sem hann hefur velkominn á. Þá segir einn: Birtu Betlehem að stjarna með geta. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því þeim hafði verið sagt barn þetta, og allir sem heyrðu undruðust það hirðarnir sögðu þeim. En María geymdi þetta allt í hjarta sér og hugleiddi það. 3 vitringar sáu Betlehemstjörnuna og gengu í átt að henni. Undir stjörnunni fundu þeir fjárhúsið, þar sem Jesú lá í jötu sinni. Þeir færðu honum gull, myrru og reykelsi. Frelsun mannanna, frelsi
Hey